Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga er 100 ára í árið 2019 og hér er verið að setja upp sýningu þess til heiðurs. Við ætlum aðeins að kíkja á uppsetningu sýningarinnar og tala við sýningarstjórann og konuna sem er búin að safna flest öllum munana. Jæja, Anna Þorberg, geturðu sagt okkur bara hvað er og verður í gangi hérna í þessu húsi á næstu misserum? Já, hér erum við í óðaðin að setja upp sýningu sögu hjúkrunar. Já. Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga 100 ára á þessu ári og í tilefni þess, stóra afmælisári, þá er eitt sem við erum að gera, það er að setja upp þessa sýningu. Og hvað er á þessari sýningu? Á þessari sýningu eru gripir sem tengja sögu hjúkrunar svona síðustu 100 árin. Vá, það er aldeilis. Hvað mun sýningin standa lengi hérna? Hún mun standa fram yfir miðjan nóvember. Já. Opnar 19. júní á konudaginn. Já. En segðu mér, er einhverjir viðburðir sem að tengjast sýningunni og verða kannski í sumar og fram með haustinu? Já, það verða bæði verða leiðsagnir og svo verður fjölskyldudagur sem Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga heldur 15. ágúst. Það sem öllum landsmönnum er boðið og það verður heilmikið að vera. Og svo verður safnfræðsla sem Árbæjarsafnið eða Borgarsögusafnið stendur fyrir sem að verður kynnt skólum næsta haust. Auk þessi verða einhverja leiðsagnir og fyrirlestrar og slíkt sem er í burðarliðnum. Segðu mér Bergdís, nú ert þú búin að vera að safna munum. Hversu lengi? Já, ætli sé ekki svona 25-30 ára eitthvað svoleiðis. Þannig byrjaði þetta kannski sem áhugi hjá þér? Nei, ég veit ekki af hverju þetta byrjaði. Ég bara fann alls konar dót upp á Landspítala þegar ég var að vinna. Já. Af því ég var svolítið mikið í svona öllu mögulegu og svo fann ég bara þessa gamli kjóla. Þetta er allt kjólar sem ég hef fundið upp á Landspítala. Þetta var bara geymt og gleymt og enginn vissi neitt í rauninni til hvers var verið að geyma þetta. Svo þú hefur fundið mikið af búningum og svoleiðis á Landspítalanum, en þú hefur verið að safna bara héðan og þaðan og hvaðan er mikið af þessu að koma? Þetta er mest af Landspítalanum, þetta er mikið úr kennslugögnum hjúkrunarskólans, Hjúkrunarskóla Íslands og svo er hérna á sýningunni erum við með muni frá Akranesi og Stykkishólmi. Já. En mikið af þessum gömlu munum bara safnaði ég og geymdi í bílskúrnum heimi á mér. Jæja. Svo það var nú mikil gleði þegar ég var ráðin 2007 til þess að vinna með Þjóðminjasafninu og ég var í 5 eða 6 ár sem ég vann með Þjóðminjasafninu að skrá alla þessa muni, alla þessa kjóla og allt þetta. Og var þetta mikið? Já, þetta alltaf ekki verið svona, ég veit ekki, 2.000-3.000 munir. En nú starfaði þú sem hjúkrunarfræðingur frá unga aldri. Finnst þér ekki svolítið skrítið að vera að setja hlutina sem þú starfaðir við á safn? Jú og nei, það er náttúrulega bara breytt í tíma. Þú labbar inn á sjúkrahús í dag og það er ekkert eins og það var þegar ég byrjaði fyrir 60 árum. Akkurat. Því ég byrjaði að læra 1961. Já. Þannig að það eru orðin æði mörg ár síðan og mikla breytingar sem hafa átt sér stað. Hvað heldur að muni koma gestum sýningarinnar mest á óvart hérna? Ég veit það ekki. Ég held að búningarnir muni vekja mikla athygli og svo held ég bara hönnunin á mununum. Þið ættu að sjá marga muni hvað það er rosalega falleg hönnun á mununum. Já. Og svona, já, okkur til skemmtunar sko á þetta þvagflaska fyrir konur. Hún er svolítið... Já, hún er bara rétt mótuð. Já, og svo eins og þessi gripur, hann er rosalega fallegur. Þetta er þvagflaska Karla og hann er þannig að það er betra að halda á henni heldur ef það eru alveg rúnar. Þetta er í rauninni alveg laukrétt hönnun. Já. Svona eftir... En svona var þetta nú og það eru mikið á svona munu sem er svo fallega hannaðir. Það verður spennandi að sjá sýninguna þegar hún er alveg komin upp, en hér er þið í óðaönn að setja hana upp. Er mikil vinna að setja upp svona sýning? Já, guð mig góður. Ég geti þetta aldrei verið með hér fagmenn alveg reynt úr öllum áttum. Og fyrir mig sem að kem bara beint á spítalunum, ég hef lært mest af öllum hérna. Bara að vinna með öllu þessu flotta fólki. Alls konar hönnuðir og bara nefndu það.
fornleifafræðingar, sagnfræðingar og það bara, þetta er mikill lærdómur á gamansaldri.